við ætlum að ræða lagaleg álitaefni, oft tengjast þau málum sem eru í fréttum. Við köllum þennan þátt til gamans réttur settur en nær væri nú að kalla hann lagahornið. Hann komin hingað sérfræðingur samstöðurinnar, Gísli Tryggvason, lögmaður, vertu velkominn. Takk. Nú stutt í kosningar. Og eitt af því sem að fólk að tala það að það eru áhyggjur af því að við þurfum að vaka svo lengi eftir tölum. Aðfarnótt sunnudags. Við höfum séð þarna svona mógúla eins og Boga Ágústsson og Ólaf Þ gagnrýna þetta fyrirkomulag. Þú ert í yfir kjörstjórn, skils mér, eða áheyrnarfulltrúi. Já. Ert þú sammála þeim gagnrýnisröddum sem hafa komið fram undanfarið að við ættum einhvern veginn að breyta lögum og reglum og gera þetta þannig að við fengjum töluna miklu fyrr? Ég veit það ekki, ég er náttúrulega ekki eins vel að mér í þessu eins og Bogi og Ólafur, þeir hafa verið í þessu áratugum saman, ég hef bara einu sinni verið við talningu fyrir löngu síðan, en það væri væntanlega hægt að breyta lögum þannig að það mætti byrja að telja fyrr. Mér skilst að það sé ekki heimilt, en sumir kannski byrjið samt og séu þessana fyrstir með tölunar, en hvað sé að hér í Reykjavík hafa menn fyllt lögunum og ekki byrja að telja fyrir 10. Já. Og það kannski búið að flokka eitthvað. Já. En í rauninni þetta svona félagslega kannski bara valið á milli þess hvort sniður að vaka fram eftir nóttu og bíða til síðustu tölum eða taka sunnudaginn snemma og gera þetta þannig að félagslegu viðbyrði. Ég hugsa að það væri bara svolítið sniðut. Já. Einhverju hafa nefnt það en það myndi vera mikil svona kultúrbreyting hjá okkur Íslendingum. Það líka tekist á það að kannski innan víðfeðms kjördæmis gæti talning átt sér stað á fleiri en einu stað. Já, og það held ég sé nú kannski kjarnin að aðrar þjóðir, sýnist mér, hafi þetta einhvern veginn öðruvísi og telji meira dreift í staðin fyrir að þurfa að flytja öll atkvæðin á eitt stað. Sjónarmiðið það að það væntanlega ekki æskilegt að telja í kjördeild eins og Grímsey, það sem eru kannski 12 atkvæði. En ef það eitthvað aðeins stærra, þannig að ég get að sjá í gegn hver íhald og hver komið, þá finnst mér það allt í lagi. Það mætti telja meira síður miðlægt og vera búin að, þannig það í mörgum öðrum löndum. Já. Ég væri persónulega alveg til í að fá allar upplýsingar bara klukkan 1 eða 2, fara að sofa og vita hvernig þetta. Ég segi það sama. Já. Herðu, við sjáum hvort það verður eitthvað brugðist við svona ívið meiri og ívið fleiri óánægjuraddir held ég núna heldur en ég hef heyrt svona fyrir sveitarstjórnarkosningar með þetta, kannski verða breytingar. En talandi meira kosningarnar og kannski einhverju leyti spekulatíft og ekki svona beint lagalegt álitaefni en forvitnilegt að það kosningabaráttan og sumir segja að sé svona ákveðin upphafning ofbeldis að við séum að sjá frambjóðendur í gríni kannski beita ofbeldi einhverjum myndböndum sem eru svo tekin tilbaka og eitt að þetta var ekkert rosalega gott grín. Þetta er líka í hug það sem formaður Heimssýnar sagði við Reykjavík Grapevine núna fyrir nokkrum dögum að hann eiginlega sumir segja hann hafi bara hótað því að ef einhver þjóðaratkvæðisgreiðsla fer með einhverjum hætti þá muni Íslendingar grípa til ofbeldis. Er þetta eitthvað sem að þú sem lögmaður hefur áhyggjur af? Ég eiginlega bara sem maður ég hef áhyggjur af því og ég hneykslaðist á þessum ummælum Haraldar, svona velmenntaður og reyndur og gáfaður maður skuli láta svona út úr sér, fyrir þess að hótanir eru eiginlega alltaf settar fram undir rós eins og í mafíósamyndum. Það er aldrei sagt beinlínis ég ætla að drepa þig, það er svona sagt ég veit hvar þú átt heima eða farðu varlega. Og mér finnst þetta mjög ósmekklegt að gefa í skyn að einhverjir muni beita ofbeldi. Ég meina þetta er það sem Trump reyndi fyrir 7. janúar 2021 en hann sagði látum þá heyra það eða
látum finna fyrir okkur eða eitthvað slíkt sko, hann sagði ekki beinlínis ráðist á þinghúsið. Nei. En margir töldu hann meðábyrgan fyrir því sem gerðist þegar í rauninni var tilraun til byltingar í Bandaríkjunum að hnekkja lögmætum úrslitum kosninga. Já. Og ég man einu sinni rétt bara í kringum búsáhaldabyltinguna svo kalluðu, þá var ég, embættismaður, talsmaður neytenda og var að annarkot halda fund eða var á fundi þar sem að var verið að ræða eitthvað varðandi skuldavandan sem ég lét til mín taka og þá sagði einn róttækur maður ég held að yfirvöldum kæmi á óvart hversu vel vopnaður almenningur hér er og ég bara fór alveg í baklás og sagði, ég get ekki setið sem embættismaður eða bara yfirleitt á fundi það sem að svona látið falla sko. Og allavega, ég held ég hann ekki gengið út en ég svona bókaði það alveg skýrt að ég get ekki setið undir svona sem ég fannst vera eiginlega hótun. Já. Vopnað ofbeldi. Mitt. Og svoleiðis eiga ábyrgir menn ekki að gera, finnst mér, enda fullt af nógu margir óábyrgir sem að gera slíkt, þannig að fólk í áhrifastöðum, þá þarf ekki að vera formlega áhrifastaða, heldur bara einhver sem tekið mark á, má ekki segja svona finnst mér. Og í Danmörku hafa verið dómar, ég minnir að það hafi verið kringum COVID og þar það var hert á lögum, þannig að það var svona rýmkað það sem menn máttu ekki segja sem talið væri hvatning til ofbeldis. Þannig að menn voru dæmdir þar fyrir svona eitthvað sem kannski hefði sloppið áður að hvetja til einhverja aðgerða sem að fóru svo út í ofbeldi. En þetta alltaf erfitt að draga mörkin vegna þess að menn verða líka að fá að tjá sig óréttlæti sem auðvitað alltaf í heiminum. Ég ekki frá því að mér finnst því sjá smá menningar breytingu sko, maður hefur svona, ég nú 70 aldrei séð það til og mér finnst svona að sko þegar ég var barn á skólalóðinni í Mývatnssveit eða bara leik að kveldi þá voru slagsmál daglegt brauð líkamlegt ofbeldi því að beitt flesta daga ársins sterkir krakkar höfðu minni krakka undir síðan leið tíminn og við fórum að nálgast okkar samtíma með öðrum augum, nýjum augum. Við fórum að hægt og rólega að minnka ofbeldi í svona daglegu lífi. Það var vakning gegn ofbeldi. Við höfum náttúrulega verið með óbúslega margar, hvað maður að segja, úrbætur, réttarbætur, minnihlutahópar sem áður voru lagðir í einelti. Þeir hafa fengið alls konar umbætur upp á síðkastið og allt uppeldi ungra barna í dag og barna bara yfirleitt hlýtur að ganga út á það að ofbeldi sé aldrei kostur, aldrei verjandi líkamlegt ofbeldi þar að segja en það ekkert alltaf þannig að sko framfærir verði línulega nema kannski einhvern ákveðin tíma svo getur komið bakslag og maður veltir í fyrir sér hvort núna svona að opnast eitthvað ginnungagap sko. Já, ég man svo sem líka eftir ofbeldi, slagsmálum á skólalóðinni í Barnaskóla Íslands á Akureyri en ég hef bara ekki verið svo mikið á skólalóðum undanfarna áratugi sko. Þegar börnin mín voru ung þá tók ég ekki eftir neinu slíku þannig að það má vel vera á skólalóðum sé minna ofbeldi en svo held ég að sé meira og harðara ofbeldi í undirheimunum sem orðnir stærri núna og harðari. Þó að það hafi verið einhverjir undirheimar áður fyrr, þá voru þeir, held ég, ekki eins stórir og hættulegir. Ég meina, nú hafa menn bara verið teknir á lífi á Íslandi, sko. Og stundum eru menn drepnir eða næstu drepnir í ofbeldi, þannig að þó að það sé kannski minna ofbeldi svona í okkar millistéttar hvers degi, þá veit ég ekki hvort það er minna ofbeldi í heiminum eða á landinu. En ef sko ofbeldið normaliserað á ný og einmitt ef það sko nærin í daglegt líf og daglega orðræði, jafnvel stjórnmálamanna, þá er það eitthvað sem að manni fellur ekki alveg vel við og mögulega einhver breyting frá því sem að
hefur verið að þetta sem hún segir með undirheimana, jú, það kann rétt að vera en það sannlega svona einhver frávika kimi, það ekki? Jú. Já, þannig að ég svolítið hugsi. Já, það náttúrulega áratugir síðan menn fóru að tala að vídeóleikir og tölvuleikir og kvikmyndir væri orðin svo ofbeldisfull sko með við í gamla daga. Það reyndist allt saman kjaftaði samkvæmt rannsóknum. Það? Já, myndefnið bara, það ekki það sem að breytir heiminu til þess vera. Heyrðu, ég þarf að slokka á þessu en þegar fullorðið fólk svona reynir að koma þeirri hugmyndin hjá almenningi að það sé í lagi að tala ofbeldi sem viðbragð bara við því hvernig frjáls mannshugur kýsi einhverju kosningu eða eitthvað slags og þegar myndbönd eru gerð með þeim hætti að við gerum grínað manni sem lemur annan og eitthvað slags þá var svona allt í lagi að velta því aðeins fyrir sér, ekki satt? Jú, en það var flokkur fólksins í þessu tilviki fljótur að taka þetta út, þetta gervigreindar myndband, eða ekki? Jú, en Haraldur til dæmis Ólafsson hefur nú ekki sýnt neina iðrun vegna hann hefur frekar gefið í ef hann hefur mætt í viðtöl til að útskýra hvað hann átti við þessari Evrópukosningu. Og hann fannst mér ekki bregðast vel við þegar hann sagði, já, maður verður að segja eitthvað, þegar hann var spurður, er þetta ekki svolítið dramatískt? Já, maður verður að gera eitthvað til þess að komast í viðtöl með við alla Evrópusinnana. Mér hefur nú ekki fundist vanta á viðtöl við, hvað segja, andstæðinga ESB-aðildar okkar. Þannig ég held að þeir eigi ekki að þurfa og megi alls ekki nota svona aðferðir. Og ég held við að ræða þetta, við ekki að leyfa þessu bara viðgangast, við ekki að leyfa þessu að anormaliserast, bara alls ekki. En takk fyrir þetta. Sumir segja í kosningabaráttunni vanti fleiri málefni og þetta sé svona persónuleika og fegurðarsamkeppni ekki málefna kosning en ég var samt hér með mann á dögunum sem sem sagði það að til dæmis umhverfismál og svifryk og andrúmsloftið þetta ætti að vera kosningamál hér í þessari borg eins og í öllum öðrum kosningum og ég fór að velta fyrir mér rétti hann sem lúnaveikur þessi maður sem ég talaði við ég fór að velta í framhaldi á því spjalli þá fór ég að velta fyrir mér rétti einstaklings til að hafa aðgengi að heilnæmu lofti. Já, ég auðvitað ekki hlutlaust þarna, ég átti hlutamáli þarna þegar Lungnasamtökin og Andrés Guðmundsson, formaður þeirra og fleiri samtök fóru á stað með þetta og við ákváðum hreinlega svona nánast að stilla frambóðunum upp við vegg og segja opinberlega sem leiðbeiningu fyrir kjósendur hverju menn væru tilbúnir að lofa ef einhverju til þess að draga úr svifryki og við ákváðum að einblína ekki á nagladekkin sem mjög umdeild, sumir mjög hlindir þeim og sumir mjög andvígir þeim heldur meira á aðrar aðgerðir eins og það að sópa götunar þegar þær eru þurrar á vorin og fullar af svifryki og svo skóla þær helst líka og rykbinda svo vegna þess að það alveg svakalega háir toppar sem koma á mestu umferðaræðum til dæmis hérna á höfuðborgarsvæðinu og stundum ekki neitt mælir nálagt, mælarnir eru kannski svolítið dreifðir. Ein aðgerðin sem mætti ímynda sér að sveitarfélög greipu til væri að annarkvort kaupa eða þrýsta á ríkið að kaupa fleiri mæla. En meðaltölin yfir sólarhring eru kannski ekkit slæm á alþjóðavísu en topparnir eru svakalegir og fyrir fólk eins og mig sem eru lungnaveikir eða aldraða eða börn sem eru kannski leikskóla nærri umferðaræðum þá þetta svakaleg mengun og ég hugsa að ef ekkert væri gert þá væri alveg þetta að finna lagalega flöt á því svo segir að það réttur fólks að hafa sem heilnæmast umhverfi. Hefur einhvern tímann reynt á það að einstaklingur sem býr við viðkvæm lungu höfði mál hér á landi?
Mér rámar í að einhverjir sem að byggu við Hringbraut hafi einhver tímann farið í einhvers konar málarekstur, kannski ekki dómsmál, vegna mikillar hljóð og kannski loftmengunar. Og svo var náttúrulega frægt mál sem við fjöllum hérna held ég í fyrra, það sem einhverjir eldri borgarar í Sviss, minni mig, fóru í einhvers konar mál við svissneska ríkið, minni mig, að gera ekki nóg í loftslagsmálum. Það var þá meira á heimsvísu, sko. Já. En svona lokal staðbundið sem sagt loftgæða mál, það gæti alveg orðið tilefni málsóknar. Menn hafa farið í mál út af ýmsu í Bandaríkjónum og jafnvel hér sem að öðrum hafði ekki hugkvæmst áður. Þannig að það er ekki útilokað þó ég hef ekki skoðað þeim augum. Ég hef bara verið að skoða þessum pólitísku augum fyrir sveitarstjórnarkosningar og sem, hagsmunaaðili. Þannig að stjórnvöld, ef þau vanrækja skyldur sínar og ein af þeim þýðingamestu hlýtur að vera að við höfum aðgengi að góðu lofti sem ekki skadar okkur. Að þetta er eitthvað sem að þótt að hafi ef til ekki reynt að með beinum hætti hér eins og nefnir þá það er ekkit ólíklegt að sko eftir því sem að loftgæði bara versna heilt yfir þá er ekkert ólíklegt sem að stefnir í það ekki óbreyttu án einhverja aðgerða. Jú, allavega þessir álagspunktar, staðbundnu álagspunktar og í svona máli þið væntanlega litið til þess sko, hvernig er skipulagið og hvernig eru mótvægisaðgerðir. Og mótvægisaðgerðirnar eru kannski það sem við vorum að leggja áherslu á þarna. Það er ekkert að stöðva bílaumferð eða senda alla á hjóli eða í strætó. En það er þá að gera eitthvað annað til þess að draga úr þessum toppum þegar þurftir í veðri og stillt og mikið ryk. Þetta finnst mér alvöru kosningamál. Og þú nefnir Svissmálið að þar voru þess að sagt Mannréttindadómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að eldri borgarar þeir væru viðkvæmari heldur en aðrir öndunarfæri þeirra. Já, mér minnir að það hafi verið sko eldri borgarar og Mannréttindadómstóllinn en það er svolítið síðan, þannig ég hef ekki skoðað þann dóm. Já, ég man vel eftir þessu máli vegna þess að ég spurði þáverandi umhverfisráðherra Guðlaug Þór Þórðarsson út í málið og hann reyndi að eyða því sem bara non-issue en ég var fullkomlega ósammálanum og ég var mjög hneykslaður á afstöðans þannig að ég man að ég las dóminn allan og þetta var svona eins og ég sagði og svo fór ég að velta því fyrir mér hérna hvort við getum farið að sjá sko, þú þekkir þetta núna detturðu og hérna það eru til alls konar upplýsingar á internetinu dastu, lendur í slysi, hringdu í okkur og þá er einhver svona lögmenn að segja við skulum hérna vinna þetta mál fyrir þig að mér datt í huga að þessi kimi gæti verið að opnast hér. Já. Meðan þess að það eru svo margir lögfræðingar sem eru að leita sér að verkefnum. Já, og margir lögfræðingar með að verkefni og smæð þjóðarinnar. Heyrðu, en hérna hann er alltaf gaman að hitta það Gísli minn og spjalla við þig. Sömuleiðis. Sko, ef að ræða kreditkortið hennar Heiðu, hafa þetta bara svona svolítið kosningaspjall. Já. Það kom nú fram fyrir 1-2 dögum að Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins hefði fengið þessar upplýsingar í janúar líklega til þess að nota gegn Heiðu ef að hún yrði oddviti sem hún varð ekki og ákvað svo að nota það ekki allavega við vitum ekki hvað hann ætlaði með þær en mér fannst þetta nú svona frekar veigalítið þetta hef ég ekki lesið allar athugasemdir en þetta var sett upp mjög grótesk 23 athugasemdir eða 37, ég man ekki hvað það voru margar en athugasemdir voru kannski bara stundum hér vantar betri kvittun eða eins og við höfum öll lent í sem að höfum haft svona kostnaðarkort ég hef unnið hjá einu opinbera verið sjálfur með svona kostnaðarkort stundum er maður í útlöndum eða maður er einhvers staðar en manni láðist að taka kvittun og maður borgar það á eigin vasa og það er ekkert stór mál sko. Já og ég man að þegar ég var með svona þá voru kannski engar skýra reglur en þarna voru kannski skýra reglur sem að hún hefði átt að kynna sér betur auðvitað þannig að þyrfti ekki margar athugasemdir en
stundum athugasemdin bara hér vantar að skrifa tilefni fundarins á kvittunina, eitthvað slíkt, af því að það eru auðvitað munur hvort að maður að hitta bara maka sinn og setur það á kortið eða hvort maður að hitta mann sem tengist starfinu og þá á maður að skrifa það, hitti Jón Jónsson verkefnastjóra út af þessu og kannski akkur þurft að hitta hann út í bæ eða á kaffihúsi. Það getur verið alveg eðlilegt. Braut Heiða einhverjar reglur? Ég þekki þetta ekki nóg vel til þess að segja til það en mér hefur ekki fundist að blasa við. Er hún siðlaus? Það held ég ekki en hérna maður þyrfti að skoða þetta betur til þess að kveða upp úr það en það finnst mér ekki blasa við heldur. Er eitthvað sem að réttlætur og útskýrir bara hrínu af fréttum þetta sama mál dag eftir dag eftir dag eftir dag kortir fyrir kosningar? Já, það er bara íhaldspressan. Ég meina, þetta er auðvitað eðlilegt að fjallum þetta en að þetta komi á þessum tíma með þessu magni og þessum stóru yfir fyrirsögnum veit ég ekki hvort að má réttlæta. Nei og mér sem fjölmiðlamanni finnst ákafi almannaútvarpsins í þessu máli mjög einkennilegur. Ég hef nú stundum sagt það við þegar ég vann nú á RÚV fyrir langa löngu og Ríkisútvarpið var nú alltaf varfærið þegar kom að einhverju svona en þetta er svona nánast búið að hegða sér eins og gulasta pressan á landinu eins og það hegðaði sér þegar Ástu Lóu var komin fyrir Kattanef og svona fleiri mál þannig að það er orðið mjög áhugavert að velta fyrir sér hlutverkið hins varfærna fyrrum og íhaldsama almannaútvarps okkar og hvernig fréttaflutningur af svona scenaríum og meintum hneykslismálum hvernig Ríkisútvarpið gefur tónin. Já, eða mögulegum hneykslismálum. Það þarf auðvitað stundum að upplýsa til þess að koma staði hvort þetta er siðlaust eða hneyksli og við höfum nú stundum verið að hrósa RÚV hér fyrir framsækna þáttagerð. Þannig ef þeir láta alla, láta jafnt yfir alla ganga, þá er þetta kannski í lagi. Já, en það er ákafinn og allar þessar framhaldsfréttir sem að ég held að ná ekki alveg tengingu hjá þjóðinni af því ég fann ekki glæpinn. Þess vegna spyrir við sem lögmann, hefur hún brotið einhverjar reglur? Ég hef ekki lesið nógu margar fréttir til að segja til það en þetta sýnir kannski bara sérstaklega í kosningabaráttu þá sjá menn þetta hver sínum augum. Ég meina vinstri menn tala bláskjá og segja RÚV sé bara fullt af íhaldsmönnum. Hægri menn eru hins vegar sannfærðir að þetta sé bara vinstri elíta sem að hafa aldrei gert annað en að hata sjálfstæðismenn þannig að ég er nú oft bara þarna í miðjunni og sé þetta öðrum augum en þessir vangir til hægri og vinstri. Ég hef alltaf blásið á þessa meintu vinstri slagsíðu eða hægri slagsíðu. Ég held einmitt að tilvíkin séu bara jafn mörg til vinstri og til hægri eða þetta sé allt saman meira en eitthvað bull en fagmennska er hins vegar eitthvað sem að mér finnst að eiga einkenna Ríkisútvarpið, góð dómgreind yfirlega, já alveg rétt við höfum hrósað Ríkisútvarpinu fyrir margt en það þarf líka að veita Ríkisútvarpinu aðhald þegar manni finnst að gangi of langt því að Ríkisútvarpinu til þess að verði traust hjá almenningi gagnvart fréttastofu Ríkisútvarpsins þá má það ekki taka of mikla áhættu heldur það er svona, svo er mín skoðun allavega. Heyrðu, en við erum þá bara búin að fara yfir svona nokkur mál sem meir og minna tengjast upptakti kosninganna sem eru á laugardaginn. Ertu búin að gera upp við þig hvað ætlar að kjósa? Nei, ekki endanlega. Ég ekki heldur. Það er svolítið skrítið með við hvað er margt í boði og þá er ég en mér hefur fundist Pétur Marteinsson koma mjög vel út. Ég hafði ekki trú á honum sem svona utanaðkomandi atvinnurekanda í forystusæti en mér finnst hann svara mjög vel fyrir sig og sýna að hann er alvöru jafnaðarmaður. Ég var ánægður með það. Já. Þú lítur á sjálfa þig sem jafnaðarmann? Já, ég hef alltaf skilgreint mig sem annarkvort félagshyggjumann eða jafnaðarmann eða framsóknarkoma eða eitthvað. Framsóknarkoma, já.
Ég er ennþá í bullandi kreppu með mitt atkvæði. Ég var síðast að ræða við konuna mína í gærkvöldu áhyggjur mínar að þessu. Já. Mér finnst ég alltaf vera að hitta fólk sem að segja það nákvæmlega sama og ég. Bara fólk sem að segja hún er daufleg þessi kosningabarátt, ég veit ekkert hvað ég á að kjósa, lítil málefna ágreiningur og allt eitthvað asnalegt. Já, við verðum að ákveða okkur fyrir laugardaginn. Já, við verðum að gera það. En Gísli Tryggvason, kæra þakkir fyrir að koma hingað í þáttinn Réttur er settur, lögmaður og sérfræðingur á þessu sviði. Við höldum áfram hér, kæru hlustendur áhorfendur, með annan kafla eftir andartak, ekki fyrir langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is